Já, komið sæl. Veðurtölvan hún nú eitthvað að stríða okkur í kvöld þannig að við fáum engin yfirlitskort en við skulum byrja á að skoða kortið fyrir morgundaginn sem á Suðvesturlandi. Það verður svona nokkuð stíf sunnanátt hjá okkur. Það má gera ráð fyrir því að það verði talsverð væta á morgun vestanverðlandið og einhver strekkingur verður nú hérna í Faxaflóanum en svona þegar við komum hérna austur á bóginn þá dregur nú smá saman úr vindinum og einnig má nú gera ráð fyrir svona þegar að líður á daginn að þá munir nú létta til. Ef við förum á Norðvesturlandið og sjáum hvað að gerast þar að þá nú gert ráð fyrir að það verði talsvert meiri vindur þar, það verður svona stinningskaldi, gæti jafnvel orðið allhvastum tíma og hitatölurnar eru nú svona sama róli og á Suðvesturlandi svona í milli 5 og 10 stig og einnig má gera ráð fyrir að verði einhver úrkoma hérna á Vestfjörðunum en hún verður nú samt svona ekki í miklu mæli. Ef við förum á Norðausturlandið að þá verður nú besta veðrið þar öllum líkindum, þar verður vindur svona fremur hægur og það má gera ráð fyrir því að það verði svona skýjað inn til landsins en hérna við ströndina gert ráð fyrir að skýjahölum brotni upp og það gæti orðið nokkuð sólríkt og hitatölurnar þær verða líka í góðu lagi, við komum til með að sjá þær víða í kringum 10 stigin og gæti jafnvel farið upp í 13-14 stig þar sem að hitin verður mestur. Á Suðausturlandi að þar aftur á móti gert ráð fyrir að vindur verði hægur á morgun og gera ráð fyrir því að það verði hitastigi verði svona í kringum 8 stig, 7-8 stig og einnig að það verði nokkuð sólríkt þannig að það verður fínasti dagur þar á morgun. Ef við förum síðan yfir á laugardaginn að þá nú gert ráð fyrir því að það verði nokkuð stífur vindur, það má gera ráð fyrir því að það verði sunnanáttin verði nokkuð stíf og það verði talsverð væta bæðum sunnan og vestanvert landið en á Norðausturlandi nú gert ráð fyrir því að það verði áfram þurrt og bjart og það verður hlýtt hjá okkur og má gera ráð fyrir að hitastigið verði víða nálægt 10 stigum. Það er helst á Vestfjörðunum sem er gert ráð fyrir því að það verður svona smá kuldapollur sem að komi til með að koma þar inn tíma og þá detta hitatölurnar niður og gæti jafnvel svona nálgast frostmarkið og þá gæti jafnvel farið að snjóa eitthvað heiðum svona tíma. En síðan önnur lagða í kortunum sem kemur hérna upp með vesturströndinni og hún kemur til með að fara yfir landið svona á laugardagskvöldið og aðfarnum sunnudags og ef við skoðum sunnudagskortið að þá nú gert ráð fyrir því að svona seinnipartinn verði lagðin komin Norðurlandinu og þá má nú gera ráð fyrir því að það verði komið nokkuð svona stíf vestanátt hjá okkur og þá má gera ráð fyrir því að hitatölurnar fari svona aðeins niður á við og það verði svona almennt þungbúið á landinu og einhver rigning einnig. Nú síðan á mánudeginum að þá gert ráð fyrir því að það verði líka vætusamt sérstaklega landið sunnanvert og það má gera ráð fyrir því að það verði nú reyndar nokkuð þurrt og svona hægviðri norðan til en hitatölurnar að þær eru nú svona aðeins á niðurleið og eru svona farnar að nálgast núlið þó að það er ekki gert ráð fyrir að eiga frysta neitt hjá okkur. En ef við endur svo á korti morgundagsins að þá nú gert ráð fyrir því að eins og ég segi það verði stíf sunnanátt hjá okkur, það má gera ráð fyrir því að það verði svona þungbúið landið sunnan og vestanvert og rigning svona sérstaklega í nótt og fyrirhlutadags en síðan svona seinnipartinn að fer nú að létta til og norðaustan til gert ráð fyrir því að það verði bara nokkuð bjart veður allan daginn og þar verður líka hlýjast og hitatölur gæti farið upp í 14 og jafnvel 15 stig. Við skulum segja þetta, gott að verið sæl.